Heyrðu, góðan daginn. Góðan daginn. Ég heiti sem sagt Vigdís og að vinna hjá Frostbite Cybersecurity Laboratory. Research Laboratory, ég þarf að fara að munna þetta. Já. Og þarna með Lexa sem líka að vinna þarna með mér. Mikið rétt. Kenna þér? Já, ég bara Lexi, ég á 3. ári í tölvunarfræði í HR og ég vinn líka hjá Frostbite sem tölvuöryggisrannsókna setur hérna í HR og með líka í samvinnu við HÍ. Já, ég einmitt líka á 3. ári tölvunarfræði. Já. Og þetta hlaðvarp einmitt keyrt af nemendum sem hérna við HR og jú, það einhver sem hérna með okkur sem í HÍ. Já, það eru þá aðalega prófessorar sem hafa verið að vinna með sínum nemendum í HÍ þá. Já, nákvæmlega. Já. Þetta einmitt samstarfsverkefni og það sem okkur finnst einmitt mjög mikilvægt við þetta hlaðvarp að þetta sé keyrt af nemendum en það hjálpar það þeim að læra og einmitt líka bara að fá reynsluna og alls konar svoleiðis. Einmitt, mjög mikilvægt. Við erum sem sagt undir leiðsögn prófessors hérna hjá HR sem heitir Jacqueline, eða Jackie. Já. Og hún svolítið að stýra þessu verkefni, ekki það, hún meira bara hlustar á allt sem ég segi henni og segir ok. Já, en stundum það mjög mikilvægt. Nei, nákvæmlega, þannig að við fáum alveg svolítið frelsi. Já, og svo það líka það að við ætlum að tala á íslensku alfarið, þannig kannski aðeins erfiðara fyrir henni að gefa feedback þá. Nei, nákvæmlega. Já. Hún reyndar, ég mjög spennt, hún ætlar að koma í einn þátt að tala íslensku. Já. Hún sem sagt ekki íslendingur, hún frá Bretlandi. En við erum búin að vera að reyna að fá fólk sem talar ekki frá Íslandi til þess að reyna að tala íslensku af því að okkur finnst það mikilvægt að þetta fyrir bara íslenskan almenning í rauninni. Já, en ég fá skiptið að munum kannski kafa örlítið dýpra og tala ítarefni en við munum alltaf halda þessu í umræðu sem á við svona heilt út í samfélagi. Nei, nákvæmlega. Það einmitt og við ætlum að reyna að útskýra þetta allt á eins einfaldan hátt að við getum. Já. Og það einmitt bara ef það vakna einhverjar spurningar þá líka alltaf hægt að senda á okkur samfélagsmiðlum og spyrja spurninga og við erum líka alltaf til í að vita hvort við séum að útskýra þetta nógu vel. Nákvæmlega. En það einmitt, ég hugsa að ég seti í hornið en það frostkastið á TikTok og líka á Instagram sem hægt að senda á okkur. Ok, nákvæmlega. Og ekki eitthvað það? Já, og svo verða þættirnir líka. Þetta sem sagt frostkastið, ef við vorum ekki búin að taka það fram, það þetta hlaðvarp sem verður einmitt tölvu og netöryggi á íslensku og við verum að streyma þessu á Spotify, YouTube og Apple Podcasts og svo munum við líka setja einhverja þáttaklippur og mögulega einhver svona stutt kennslumyndbönd svo á samfélagsmiðlana. Já. Þannig bara endilega fylgja okkur allstaðar og við munum fá alls konar gesti og við erum meira svo búin að taka upp þátt. Já, við viljum ekki spilla á mikið. Nei, nákvæmlega. Á samfélagsmiðlum. Já. En við verum með gesti, við munum tala alls konar og ef það kemur upp eitthvað nýtt í samfélaginu þá munum við tala það. En þetta aðalega bara til þess að upplýsa ykkur íslendingunum tölvu og netöryggi og líka hvernig á að vara sig. Já, og líka bara svona svolítið efla umræðina. Við náttúrulega erum líka bara nemendur í tölvunarfræði og erum sjálf að læra fullt þannig að svona reyna að draga þann feril á almannamál. Já, nákvæmlega. Það ég meina, ég verð að viðurkenna, ég vissi bara allar neitt tölvu og netöryggi fyrir en ég byrjaði að vinna fyrir Frostbite og sérstaklega eftir að ég byrjaði að sjá þetta podcast. Já. Og ég eiginlega allt sem ég er búin að læra bara út af því bara seinasta árinu. Já, þetta ábótavant í bara náminu almennt í tölvunarfræði. Ég veit að einhverjar breytingar hafa núna verið í HR fyrir fyrsta ársnema en þetta hefur svona verið aðeins eftir á hérna á klakanum. Já, nákvæmlega. Ég meina, ég var líka að skrifa ritgerð í áfanga bara daginn það að vanti þessa kennslu bara í grunnskólum. Já, einmitt. Bara það þarf að byrja snemma til þess að
já, til þess að passa að allavega næsta kynslóð viti hvernig það eigi að vera að vara sig af því þetta orðið allstar. Nákvæmlega. Já, við tölum nánar það í öðrum þætti líka. Já. Já. Við sem sagt, markmið okkar bara að koma þessum upplýsingum áfram þannig að þið geta allavega tekið upplýsta ákvörðun fyrir ykkur og við viljum bara efla upplýsingaflæðið á Íslandi tengdu þessu í rauninni og það bara markmið með þessu hlaðvarpi. Já. En við ætlum líka eitthvað aðeins að fara bara svona yfirborðskennt yfir þetta alltaf því við munum svo fara meira ítarlega í þetta. Já. En við vitum að það alltaf orðið stafrænt í dag. Ég meina, þú kemst ekki af daginn að þess að nota síma en þú fyrir bankan, vinnuna, bara hvað sem meira sem til bara borga hluti út í búð. Já. Og þá það veit ekkert endilega allir hætturnar sem tengjast í. Einmitt. Og því meira sem hlutinni vera stafrænir, því fleiri hættur í rauninni. Já. Og líka, eiginlega svona mjög mikil bókhaldsvinna á Íslandi bara orðin stafræn og það var skilríkjum líka. Já. Þú veist, þú getur ekki nýttið margar þjónustur í dag án þess að vera með svona tæki og tól, sko. Nei, nákvæmlega og svo líka bara meira þess að heilbrigðiskerfið, það allt stafrænt þar. Já. Ég meina að þú þarft að nota síman og allt til þess að bara bóka tíma, fara tíma, allar skýrslurnar eru þarna í tölvunum og alls konar, þannig að þetta bara alls staðar. Já, og innviðinir okkar, raforkuver, vatnsvirkjanir, allt saman. Allt tölvur þannig tengt, sko. Þó að það séu á sínu eigin neti þá hafa hlutir eins og Stuxnet kannski sýnt að það ekkert gera það alveg örugt. Nei, nákvæmlega. Mér langar rosalega mikið að taka þátt það. Stuxnet? Já, ég held að það væri skemmtilegt. Það til alls konar heimildarmyndir það. Já, einmitt. Við horfðum á heimildarmyndir alls saman daginn. Já, mjög áhugavert. En ef við til dæmis hugsum okkur aðeins, hvað vitum við í rauninu tölvu og netöryggi? Ég vissi ekki neitt þegar ég byrjaði að lesa mig til þetta. Já, ég veit ekki, ég hef alltaf verið að fikta eitthvað aðeins við þetta sem krakki, fór í tækniskólann og svona. Já, þess vegna dróið með mér í þennan þátt, sko. Já, maður kannski fyrst eftir þess að við vorum að spila tölvuleiki sem krakki, þannig að menn voru að ná IP-adressunar hjá hvert öðrum við Skype til að geta DDoS-a konan ef að þannig. Var það þing? Já. Já, ok. Það var ekki mikið mál, sko. Guð, ég spilaði Minecraft. Já. Og jú, ég spilaði líka þarna Wii Sport. Já, ég held að menn voru minnaði kannski í Wii Sportinu. Já, ég var meira bara að reyna að vinna bræði mína, sko. Að passa að vinna bræði mína alltaf. Já. Ég get ekki verið eldri systirinn og ekki unnið. En eins og geturðu til dæmis bara sagt með fullvissu að vitir bara að allt sé 100% öruggt hjá þér? Ég held að hlutir verða aldrei öruggir og þetta bara svona, þetta kapplaup á milli öruggi og árásar, það það í öllu, það ekkert undanskilið í tækninni, það alltaf fundið nýr veikleiki og það alltaf oftast fundið leið til að laga hann nema það sé bara hönnunargalli, það aðeins meira vinna, en það eiginlega slagað það líka og þannig og síðan þetta bara kapplaup. Já, nei, nákvæmlega, bara, já, ég hugsa það verður aldrei örugt og ég talaði líka við lögreglumann daginn sem hann var eitthvað háttsettur, ég var eitthvað að spjalla við hann þetta. Já, DCI, Detective Chief Inspector. Já, takk. Já. Og hann talaði að væri bara allt öll þessi brot sem í gangi núna eins og til dæmis vefvegar, allt þetta í rauninni, þetta alltaf það sama nema núna bara með öðrum hætti eins og áður fyrr þá til dæmis var bara verið að senda bréf í póstinum og alls konar svoleiðis og þetta bara tæknin gera það hreinlega bara auðveldara að gera sömu brotin í rauninni. Þetta alltaf saman nema bara á öðruvísi hátt. Já, og líka bara aðgengilegra út af það núna eru tölvur alls staðar, minna mála komst í tölvu og það að nota fríar gervigreindalausnir til að búa til, pósta til að reyna til að skamma fólk og svo fara með þess. Nei, nákvæmlega. Það bara svona heilt yfir aðgengilegra. Ég fekk SMS bara núna í fyrradag. Ég var með syni mínum bara eitthvað að hoppa trampolínu, fekk SMS og þá þetta leit út fyrir að vera eitthvað
algjört skam. Þetta var í rauninni bara, veit ekkert frá hverju, eitthvað A og L eða eitthvað, man ekki. Og það var bara ekki treysta að þú ferð kóða, hér er kóðin. Ég það bara, var eitthvað high level skam. ég veit ekki einu sinni kóði fyrir hvað. Þannig að þetta var skam SMS sem að var að segja, heyrðu, hittu skam, ekki horfa á það. Já. Aha, það sniðugt. Þannig að þetta er alveg áhugavert. Já. En ef við förum hans úti að bara, hvað er netöryggi? Sko, á ensku er þetta aðeins öðru orð, þá er þetta cyber security sem að, eins og ég skil, þýðir tölvu og netöryggi. Já, þess vegna segja alltaf tölvu og netöryggi. Já. Það er af því að það er pínumunur. Já, náttúrulega, þú veist, þetta er bara svona tölvur er bara eins og fólk og netið er eins og samfélagið. Já. Það er svona svolítið munurinn. Og það eru lítil samfélag í stóru samfélagi. Þetta er bara, já, það er líka net, tengslanet. Já, nákvæmlega. En já, það er mitt. Sko, ég fann eitthvað, já, frá netöryggisstefnu Íslands, frá stjórnarráðinu, sem er, held ég, sú netöryggisstefna sem er í gangi núna, held ég, til 2036 eða 7, minnum mig. Og það stendur, ég með þetta á blaði hans var ég aldrei að framvinda. Netöryggi felst í öryggi stafrænna þjónustu og lausna og öryggi í notkun þeirra, þar sem netið kemur við sögu. Með lausnum að aðferðum á sviði netöryggis er sportað við netöryggisógnum sem geta orðið að netöryggisvikum ef það raungerast. Þetta er svona svolítið flókital í kringum það að já, þetta er í rauninni bara öryggi stafrænna lausna, öryggi í tækninni. Já. En ég svona, það vantar kannski inn í stefnuna svolítið líka að sporna við hvernig við dílum við einhverjar svona stærri ógnir og það má skipta net- og tölvuöryggi í ákveðna flokka. Þú veist, það er svona einstaklingsbundið þar sem maður eru fyrir sveikum og glæpum og svo er skipulagðir brotastarfsamir og síðan eru ríkisárásir, þannig að einhver aðilar eða leyniþjónustur sem getur gert árás á innviði með gífurlega mikið á nýjum öryggisveikleikum. Það er líka bara, það er í gangi á hverjum degi bara í rauninni. Já. Það eru náttúrulega núna komnar netöryggisveitir í flestum herum. Já. En svo ég horfði á heimildamynd daginn, bara eitthvað, heimildamynd, þetta var svona kortar 20 myndur, akkurat hvað Kína gerði til þess að af því að voru alls konar svona keppnir í gangi og svona það sem þau voru að finna einmitt, bara keppa að finna veikleika hjá fyrirtæki og þeir sem fóru að fund með fyrirtækinu og sögðu frá veikleikunum svo þau getur lagað það og alls konar. Kína endaði með að banna í rauninni Kínverjum að fara á það og byggu í staðinn til sínar eigin keppnir og í staðinn fyrir að einmitt vera að fara til fyrirtæki og laga þannig þá voru þau að safna upplýsingum alla veikleika sem þau fundu til þess að geta notað það svo. Já, safna svona zero days eða nýjum öryggisveikleikum. Já, en þú veist, það er ekki heldur bara eitthvað alfarið kínverskt fyrirbæri þar alveg. Nei, þetta gerst alls staðar. Þetta var bara akkurat þetta var það. Já, einmitt. En mjög áhugavert hvernig þeir fara að þessu, sko. Það sem er svona algengara þó að það sé ekki að einu sinni álykta hverju á baku það, þá getum við svona aðeins hugsa hver peningar og hver er með öfluga heri og leyniþjónustur. En það eru ákveðin plattform á netinu þar sem að ef þú finnur rosalega ákafan öryggisveikleika, þá getur þú selt hann þar. Og þetta eru svona rosalega frekar skuggalega síður og það eru 100% þeir sem eru að kaupa, það eru ykkur sem eru að fá pening frá ríkjum og það, þú veist, þetta er ekki var ekki ásætt, þú veist, business model sem virkar nema að þú verður að fá fjármuni á þann hátt. Nei, nákvæmlega. Þetta er áhugavert og sketchy. Og maður veit að þetta sé í gangi, en það er rauninni ekkert hægt að gera í rauninni. Já, nei. Af því það er líka bara ekkert einhverja svona almenn, það er ekkert verið að tala um þetta. Nei, þú veist, þetta er líka bara svona efnahagslegt fyrirbæri eða þú ert með einhver sem er rosalega tölvuklár kannski frá landi sem að, þú veist, það er ekki jafn mikið að tækifærum þá ef þú ert rosalega góður í tölvum þá getur bara allt í einu fengið gífurlega fjármuni inn í fjölskyldunni og þannig að þú veist, þetta er rosalega svona þetta er efnahagslegt fyrirbæri eða vandamál. Nei, nákvæmlega. Og það er einmitt
það ekkert að fara, það frekar að reyna bara afla upplýsingar, reyna að koma upplýsingaflæðinu út til þess að fólk allavega geti varið sig, til þess að stofnanir geti allavega sett áherslu á að gera sitt öruggt af því það það sem svo mikilvægt og það sem svolítið vantar. Það fyrirtæki, mjög oft eiga fyrirtæki með að fatta af hverju þau ættu að vera að setja peningin sinn í öryggið. Já, en maður sér það líka bara mörgum stöðum sko, en minnst oft bara gott að hugsa þannig að maður getur aldrei sett bílbelti á eftir á. Nei, nákvæmlega. Það var svolítið líka við í tölvuöryggismálum, ef að þú varst ekki með backup eða búin að pæla í einhverskonar viðbragðsáætlun, þá ertu búin að tapa gífurlegum tíma þegar árás verður og þú lendir bara rosalega illa í því. Bara gífurlegum tíma og pening. Já. Það ég las það daginn að sko, ég held þetta tölur frá Bandaríkjunum, en yfir helmingur sérstaklega minni fyrirtækja sem lenda fyrir svona gagnagíslatöku fara á hausinn á einu ári. Já, einmitt. Þannig að þetta getur verið. Það svakaleg tölfræði. Ég veit það. Þannig að, já. Ég fann þetta á netinu, þannig ég get ekki fullvissa þetta. Þetta var einhver skýrsla sem var gerð ég held að það verið fyrra, eða hitti fyrra. Ég hef heyrt eitthvað svipað, sko, þannig ég hef þannig að minnst þetta alls ekki fárlegt og það meikar alveg senn, sérstaklega að menn að borga fyrir þetta, sko, þannig að þá að borga og líka tapa gögnunum og Já, af því þau læsa gögnunum, hlaða niður gögnunum og láta þau borga. Ef þú borgar þá að fara að koma aftur eftir 2 ár. Já. Það bil. Og já, þú far kannski gögnin tilbaka en þau eru algjörlega að fara að selja gögnin samt að þau eru með þetta. Þau eru ekki engin sens að þau sé að fara að eyða gögnunum svo. Já. En af hverju erum við kannski að einblína svona á Ísland og tala á íslensku þessi málefni? Þá þannig að hérna fréttagrein? Já. Já, sem að þú varst búin að draga fram? Ég fekk fólk til að draga hana fram. Ég fann hana og baða aðra að lesa hana. Já. En þetta fréttagrein frá árinu 2023 og hún talar það á Íslandi takmörkuð þekking, hæfni og menntun á sviði netöryggis sem alveg rétt og ég með eins og sagði nýbúin að vera að lesa mynda út af ritgerðina sem ég gerði og það ekki í einni einustu námskrá og þrátt fyrir það meira þess að skóla náttúrulega nota tölvur og neti rosalega mikið og þetta allsstaðar og það vantar það bara vöntun á þessum upplýsingum fyrir Íslendinga á íslensku af því það ekkert allir sem skilja ensku og okkur svoleiðis eða vita hvernig að afla sér þessar upplýsinga á netinu. Já, þegar þú segir námskrá þá meinar líka svona kannski almenningsleiðinu þá í menntaskólum og grunnskólum og það náttúrulega þetta sérhæfa sig eins og í NTVF og hérna í HR. Nei, nákvæmlega, en það ekkert allir að fara að gera það. Þannig að vantar svona heildar yfirleitt fyrir grunnskóla og menntaskóla sérstaklega af því það kynslóðin sem rosalega mikið á netinu og meira þess að þótt að fóldrarnir vita ekkert endilega að því og það líka nemendurnir, börnin, þau fatt ekki endilega hætturnar. Nei, einmitt. En það sem sagt í þessari fréttagrein þá tala hún Áslaugarna að Ísland væri mjög neðarlega í neturyggi samanborið við önnur lönd og að þetta geti valdið því að Ísland verði fyrir frekar netárásum. En svo fann ég aðra fréttagrein sem ég glemdi að setja í blaðið að við værum sem sagt þetta væri að fara batnandi það ennþá langt í stefnu kannski ég myndi segja þótt að fréttagreinin segir við séum að fara batnandi þá mjög hægt bara. Já, ég myndi nú ekki segja allan frá tölunum sem ég búin að segja þá verðist þetta að fara að vera verra allan þessu ári. Mér líður þannig. Ég held að það var frétt í maí eitthvað að það verið jafn mikið af netárásum og svikum bara upp á maí og á öllu síðasta ári. Já. Það er alveg svakaleg tölfræði sko. Og líka önnur frétt að mörg 100 milljóna króna hafi tapast í netsvikum og held ég 3 mánaða tímabili. Þetta sko það vandamáli heldur líka bara það eru kannski komnar fleiri upplýsingar út en það eru bara sitt og hvað út allt og fólk ekkert endilega að fara að lesa það eða eitthvað svoleiðis og einmitt þessi tölfræði og þetta bara fara versnandi. Já. Þetta var einmitt varandi
netsveikin tölfræðina þar, ég held ég að funda í skýrslu frá lögreglunni. Já. Þetta var sem sagt í maí 2024 eða eitthvað svoleiðis. Já, en þetta náttúrulega ekki bein mæling á kannski viðbragð Íslands og það að taka inn líka bara alheimsvöxt á netárásum inn í þetta, þannig geta alveg verið að viðbragð okkar sé að bætast en tíðnin er hins vegar alveg líka að stækka gífulega. Nei, ég meina bara á Íslandi, hérna ég fann það er sem sagt, þetta var grein frá 2023 að neturöryggisatvikum fer fjölgandi og voru sem sagt fjölga 60% frá árinu 2022 til 2023 og að flest atvikin svindl og svindlpóstar af því það er verið að spila svo mikið á náttúrulega sálfræðina og fólk búið að eyða miklum tíma í að læra það hvernig hægt að spila á sálfræðina. Þetta kallast með social engineering, ég man ekki hvað það kallast í íslensku. Já, ég ekki heldur. Kannski félagsverkfræði. Já, kannski. En það sem sagt að bara þau töluðu það bara sérstaklega í þessari grein bara að ekki ýta á hlekki eða millifara á reikninga án þess að staðfesta hvort þetta sé svindl. Já. Og þetta var einmitt árið 2023 þegar greinin var skrifuð þá var held ég bara árið hálfað eða eitthvað. Já, en þetta náttúrulega rosalega, þetta svona öðuldra sagt en gert og það margir sem vinna bara, stór partur af vinnu þeirra að vera í innhólfinu, í netfanginu og þá að sjá posta og þú veist, það ekkert alltaf með varan á sér. Það get ekki allir verið alltaf verið með varan á sér. Nei, nákvæmlega og svo kannski það mánudagur, maður þreyttur, maður ekkert endilega að fara að fatta þetta. Já. Og þetta af því þetta verður líka bara lúmskara og lúmskara sérstaklega eftir að gervigreindin kom. Já. Þá þetta gervigreindin nær að búa til alveg óþægilega svona, ég veit ekki, blekkjandi posta einhvern veginn. Og það alveg erfitt að sjá muninn oft. Já, þannig að kannski mikilvægt bara byggja upp einhverju ákveðna verkferla sem kemur í veg fyrir að þú værir að íta á hlekki sem að eru annars vegar ekki öruggir. Já, nákvæmlega. Það einmitt og líka bara ég fattaði þetta ekkert fyrir en ég bara byrjaði að vinna hjá Frostbite og fór að fara meira inn í þetta. Núna treysti ég engum. Já. En áður fyrir ég var rosalega treystandi eins og margir eru sérstaklega á Íslandi. Já. Og svo alltaf svindldæmi líka bara út alltaf samfélagsmiðlum og meira og svo nær einhverja hacks inn í Instagram aðgang hjá einhverjum og þá alltaf einu fyrir maður að sjá históri Bitcoin dæmið. Já, einmitt. Ekki trúa því. Nei, það algengt að þeir hakkin á samfélagsmiðla og reyna að hliðra og hakka vinina, Já, nákvæmlega og líka reyna að þykjast vera þessi vinnur. Já. En, núna að koma pínu off track, en ef við pælum aðeins í því bara hvað eru netglæpir? Ég fann líka skilgreiningu frá Netöryggisstefnu Íslands þetta, en það sem sagt afbrot sem framin eru með því að nýta netið eða beinast gegn því. Og í netárásum sem sagt internetið notað til að skaða virkni tölvukerfa og eða fá óleyfilegan aðgang að þeim, svona eins og vorum svolítið að tala áðan. En það sem sagt hefðbundin notkun stafrænna lausna og netsins til að fremja glæp, svo sem selja ólöglega vöru eða þjónustu eða beita misnotkun eða ofbeldi telst líka vel netglæpur. Þetta enda vissi ég ekki, ef mér datta í hug, en ég vissi þetta ekki. Já. Það bara, ef þú notar netið til þess að fremja glæp, hvers konar sem það þá það netglæpur. Einmitt. En það sem við erum aðalega að fara að tala hins vegar þegar verið að notfæra sér sálfræðina eða brjótast inn í kerfi, alls svona svoleiðis. Já, eins og fólk skilur kannski meiri það að hakka í bíómyndum og þannig. Já, nákvæmlega. Ég meina, ég náttúrulega eini kvenkyns hakkarinn á Íslandi. Já, hvað samkvæmt vísi? Samkvæmt vísi, ég það sem sagt ekki. Já. En við tókum það saman í keppni og komist í fréttirnar. Já, einmitt. Bakgrunninn á tölvunni var rosalega fallegri í þessum fréttagrinn. Já. Tölva mín var vinsæl og þú varst vinsæl. Já, akkurat. Mjög þreytt, ég var búin að vera sitjandi að hugsa alltaf lengi. Já, þetta var alveg keppni. Já. En já, það svona allavega það sem Netöryggisstefna Íslands skilgreinir þetta, en það náttúrulega hægt að finna alls konar skilgreiningar þetta aðeins erfiðar á Íslandi
íslensku er ég búin að komast að. Já. Það var allavega, mér fannst alveg ágændi að reyna að finna upplýsingar, að reyna að finna almennilega skilgreiningu á þessu. Já, einmitt. En það er sem sagt, þetta er líka, þetta held ég einhverju fréttagrein, orðið bara hluta skipulegri starfsemi. Já, mjög mikið sko. Þetta er ástæðan fyrir að þetta er að virka svona vel núna eins og svona ransomware er að þetta bara komið gott business model. Þú veist, þeir eru að gera árásir og eru að fá pening tilbaka þannig að þetta er bara hringiða eins og fyrirtæki sko. Já, nákvæmlega og þetta er líka bara, þau eru með þetta skipulegt þannig, þau eru með þetta bara eins og fyrirtæki eða mafían til dæmis. Ég fekk þessa útskýringu frá einhvern sem er að vinna við að díla við að reyna að laga þegar einhver fyrirtæki lendir í sem sagt gagnagíslatöku. Og þau eru með þetta rosalega strúktúrað. Það er yfirmaður og þau eru með deildir og allt og það er einmitt, mér finnst þetta svo mikið bilun. Já, það getur alveg vel verið líka fólk sem vinnur hjá svona stofnunum veit ekki endilega 100% að þið séu einu svona vinna hjá okkur ólöglegu fyrirbæri og þú veist, þau geta verið að vinna okkur hugbúnaði, okkur framvindaþróun, hvað sem er, þannig að ef þetta er svona skipulagt bara alveg svo fyrirtæki og er kannski í landi þar sem er ekki jafnvel tekið á svona hlutum, þá er það örugglega bara algengra en maður heldur. Nei, nákvæmlega og svo er þau líka bara með hvað var það, svona help service þarna, það sem þú getur hringt og fengið aðstoð og alls konar. Já, deild, helpdeskin. Já, þetta er bara, þetta er svona, þetta er alveg ókveikjandi hvað þetta er orðið mikið og þetta fer líka bara stækkandi. Já. Og bara, það er alveg rosalegur peningur sem kemur út úr þessu. Einmitt. Þannig að það, já. En ég fór eitthvað aðeins að skoða, það er sem sagt fann skýrslu frá lögreglunni árið 2016 reyndar sem er svolítið síðan en þetta er samt alveg tengist þetta en sem sagt helstu tegundir af tölvuglæpum hjá þeim eru sem sagt þjófnaður og persónuauðkennum fjársvik og tilraunin til blekkinga í hagnaðarskyni sem er einmitt eins og til dæmis með vefveðar og fleira ofbeldi gegn börnum á netinu það er náttúrulega þetta búið að vera að reyna að laga það núna bara síðan ég man eftir mér. Já. Svo tölvu innbrot eða hakkrar, aðgerðahópar, dulkóðun og gögnum, svo eru tölvu árásir á samfélagsinnviði og mikilvægastu stofnanir með notkun spilliforrita eða vírusa. Já. Og svo njósnir eða stuldur á hugverkaréttindum. Sem bara mikið af þessu vorum við búin að nafna fyrir. Já. En þetta er allavega svona það sem lögreglan var með lista helstu tölvuglæpina. Já. Og við munum fara líka aðeins ítalegri út í eitthvað af þessu. Já. Og ef það er eitthvað sérstakt sem þið verið heyra ef við gerum þáttum, þá er alltaf hægt að senda á okkur og mér langar líka svolítið að gera einn svona Q&A þátt. Já. Við að fólk að spyrja spurninga og svara hellingar spurningum í einum þætti. Einmitt. Viltu það vera gaman? Já, það getur verið áhugavert. En það lasum dæmi í þessari skýrslu og fann að var líka búin að finna á fleiri stöðum. Það er svo líka til dæmi það að spilliforrit séu í formi appa. Þannig að þú ert í rauninni þegar hliður niður einhverjum leik í símaðinn, þá ert í rauninni að hlaða niður spilliforriti. Spilliforrit er sem sagt, ok, núna man ég ekki enskorðið við spilliforriti. Það er bara hvað vírus. Já, vírus, takk. Já. En já, og það líka gefur oft glæpamönnum bara kost á að nálgast lykilorð, kennitölur, bankareikninga og alls konar. Já, þetta eru rosalega svona djúpforrit líka í dag, eins og við erum að tala þú veist, það eru að liggja við fyrirtæki batteri að þróa þetta, þannig að þú veist, þetta er rosalega hátækni vírusar í dag og gera mikið af þessum glæpum sem það telja hann upp, eins og til og með frá Akira. Já, við þurfum að fara að tala eins það. Já. Það er sem sagt, ég veit ekki, veitur ekki margir af þessu, þetta var alls staðar í fréttinum. En á, hvað var það, 2. febrúar 2024, þá var HR hackað. Og ég fann hellinga fréttagreinum, en við veitum náttúrulega eitthvað aðeins meira líka, því við vorum í skólanum þegar þetta gerðist. Ég bara man eftir því að allt í einu var ekkert net. Allt í einu voru bara fyrirlestarfarnir að falla niður. Já. Og ég bjó í stúdentagörðunum af því að það var ekkert net hér, það var heldur ekkert net í stúdentagörðunum
sem þýddi að allir voru að nota 5G eða 4G. Já, ég var í sama bát. Já, og það gat ekki nota það af því að bara það var alltaf hrynja, það var ómargir að reyna að nota þetta á saman tíma. Já, þú voru að meina 5G-turnin höndlaði bara ekki. Já, það er bara hætti að virka hjá mér. Það er svakalegt. Þannig að það er mér fann, já. En það er náttúrulega mikið af þessu var út af kannski öryggisviðbrögðum hérna í HR og hjá Syndís sem að voru fengnir. Það er einmitt nákvæmlega. Þau náttúrulega tóku bara slökktu öllu netkerfinu sem... Já, það eru með einhverja verkferðla þegar ég held þeir byrjaði að taka allt netið úr sambandi og síðan reyna þeir að safna gögnum til að gera forensics og svo framvegis. Já, nákvæmlega. Og já, forensics það er svona rannsaka. Já, eða svona... Já. Ég reyna að æfa mig íslenska orðunum sem sagt. Ég er búin að vera að lifa á snurru og öllu þessum tækniorðabók. Já, jú, það eru bara svona ítarlegar rannsóknir fara í ítarlega yfirferð yfir öll tölvukerfi til að sjá þannig hvað við komið upp á. Það er mjög mikilvægt að vita hvernig netárásin varð, hvað varð fyrir árás, hvað er að búast við að þeir eru að fara að gerast við fyrirtækið, þú veist, hvað gögn er búin að taka, hverju hættu, hvernig það er að hafa samband við. Þetta er mjög mikilvægir partur líka af svona eftir eitthvað gerist að passa upp á svona forensical fidelity. Forensics er akkurat parturinn af tölvuneturöryggi sem ég hef áhuga á og það er það sem ég er búin að vera að pæla í að fara út í. Náttúrulega við erum búin að vera að keppa saman í við keppum saman í eitthvað sem heitir CTF eða Capture the Flag og þá erum við í rauninni að svona hakka og í rauninni í kappi tíman og kappi önnur lið og ég er búin að vera að einblína meira af svona forensics partinum. Já. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Ég líka er algjör stalker bara into my bones, sko. Já, það hjálpar manni að vera svona forvitin og vilja komast að skúbbinu svolítið. Ég held að það hjálpar manni rosalega þegar maður er svona að gera recon aðeins að skoða tölvukerfið. Nei, nákvæmlega. Vera forvitin. En já, ertu til í að segja mér eitthvað örlítið frá þegar HR var hackað? Ég er búin að lesa eitthvað. Já, það náttúrulega hefur ekki verið gefið út hvernig þið komast inn, en það sem hefur verið gefið út er að þetta var aðlumningindi Akira sem er skipulagður hakkarópur sem er talinn vinna meðal annars í Rússlandi og þeir gera fjöldi netárása í viku bara þvert yfir Evrópu og á vestræn samfélag og þeir velja í raun og veru land og staðleikir árás á handahófi, þannig að það er erfitt að sporna við þeim og vita hvert þið fara næst en þetta er yfirleitt fyrirbæri sem eiga eitthvað mikið í húfi og mikið af peningum eins og háskólar, spítalar, fjármálastofnanir og svo framvegis og þessir óbrúnna aðilar eru gera árás á hafar. Já, það var í einni fréttagrein að Akira gerir sem sagt 10-15 tölvuárásir af fyrirtæki á viku. Já. Sem vitað er af. Já. Og einmitt, það stendur í fréttunum að það er ekki vita hvernig þau komast inn. Nei. Það er vitað, það er bara ekki búið að gefa út. Já, þú veist, það er þetta að telja sér trúum að það sé sterkar vísbendingar, sérstaklega menn eins og Syndís að fara yfir allt og svo framins, en það er náttúrulega svoleiðis sé bara ákvörðun hvers og eins fyrirtækis, hvað þau vilja gefa út. Nei, nákvæmlega. Ekki það persónulega mæli ég með allavega eftir að fólk hlustar að það þátt allavega að fara að tala aðeins meira opinskátt þetta af því það er hægt að læra af hvort öðru og þá þar leiðandi læra af hvort öðru hvernig að vera öruggari bara fyrir samfélagið. Já, svo lengi sem er búið að gera við það sem fór eftir að búið að gera við það er svona mikilvægst í parturinn. Já. En já, ég sá einhvers staðar að sem sagt að væru 6.000 til 8.000 manns voru möguleg fórnarlömb árásarinnar. Já. Það er allavega eintali sem ég fann. Ég las held í svona 5 fréttagreinar þessa árás. Já. Og búin að vera að tala við fólk og sá svo líka að var 185 gigabæt af gögnum úr miðlægum drifum HR hlaðið niður. Já. Það er svona, en það er kannski erfitt að mæla, þú veist, hvað þessum gögnum voru mikilvæg og hver voru bara
þeir að reyna að taka allt kerfið þannig að það hefur ekki verið gefið út. Já, en þetta var sem sagt, þetta var gagnagýrslutaka og það er svona mjög stór ógn við mörg fyrirtæki af því það eru núna komnir svo stórir hópar sem að gera þetta. Það er líka verið að selja á djúpvefnum, Darknet. Það var að selja þar gagnagýrslutökubúnað. Já, einmitt. Og þetta er bara eitt af þessum mörgu ára sem eru gerð á dag í rauninni. En já, ég sá líka af þessum gögnum, þá voru þetta mitt upplýsingar starfsmannamál, nöfn, kennitölur, einkunnir, nemendur, rannsóknargögn og bara alls konar. Það voru alls konar persónugögn og fleira, en við vitum náttúrulega ekkert nákvæmlega. Já. Líka bara erfitt að vita. Já, það er náttúrulega bara hægt að giska. Það hefur verið slæmt. Já. En sem betur fer þá hafa þessi gögn ekki verið birt. Það er alltaf hótað, HR borgaði ekki lausnagjaldið. Þetta virka, þetta er svona gagnagíslataka heitir þetta. Þá fara þær og dulrita öll gögnin og þeir bjóða þér lykilinn eða þú ferð inn á síðuna þeirra sem er yfirleitt á dulnetinu og þar borgar við yfirleitt himinháar fjárhæðir. Rosalega háar. Já, og síðan hann lofa þér að gefa þér lykilinn. En það er aldrei hægt að treysta því að það verið gert eða allt fari vel eftir á eða þá að þið endurselgi gögnin bara samt. Þannig að það maður svona að taka ákvörðun hvað maður vill gera en það er yfirleitt aldrei mælt með að borga þessum mögulegum. Nei, þið munir líka þá bara alltaf að koma aftur og þá er fyrirtæki oft bara eyrnamerkt fyrir aðra hópa líka. Já. Og af því við vita að við munum fá pening þarna. Já, en þú ert í raun og veru að segja bara þú ert búin að setja okkur í það veika stöðu með að hakka okkur að ef við borgum þeir núna, það þarf að halda okkur á lífi. Þannig að þeir vita núna bara að þeir eiga þig. Já. Þannig að, og þessi líka bara þannig að ef þú ert ekki að bara endurhala öllu kerfinu þínu og ert ekki með backup, þá getur verið svo mikið að bakdýrum ennþá. Þannig að getur bara gert árás í gegnum hana einu ári seinna. Já. Það er málið og ég minnir að þau skilja oft viljandi eftir backdoors. 100% út allt. Jú. En þú talaðir að þetta væri það sem hefur dulrita gögnin. Það veitir kannski ekki endilega allir hvað það er. Hvað er að dulrita gögn? Það er bara það sem við treystum á netinu í raun og veru. Dulritun það er kemur frá stærðfræði en þegar þú ert að venda eitthvað með lykilorði þú ert ekki að læsa netin í skápinn á netinu, þú ert bara að dulkóða hluti eða passa að fólk komist ekki inn af gögnunum. En dulritun er líka bara notuð, þegar þú ert á router með Wi-Fi, þá er alltaf, þegar þú fyrir á vefsíðu, þá er TLS dulritun og senda pakka á milli. Þannig ef einhver er að sitja og reyna að sniffa pakkana þína, þegar ég segi pakkar, þá meina ég brota gögnum sem er að færast á milli tölvunum þinnar og restina á netinu. Eða endastæðin þá í gegnum netið þá væri það dulkóðað þá sérðu bara einhvern streng handáskendan. Já, og það mitt þú þarft að vera með lykilinn til þess að vita hvernig það átt að geta sé hvað þetta er í rauninni. Já, einmitt. Og það er svolítið erfitt að gera ef maður er ekki með lykilinn. Já. Og það er heldur ekkert gefið á svona aðilar eins og að Kira sé bara einhver einn aðili. Þeir eru bara alltaf kallaðir að Kira og það er alltaf þessi sama readme frá þeim og að þeir encrypta alltaf endar held ég í punktur að Kira fælinn, þannig að það er svona að merkja sig. En síðan fær alltaf sama inn að readme, þið getur fundið það inn á netinu eða Google bara Kira, ég held að það sé readme eða eitthvað svona, eða note, þá er svona text á skjalar sem er eitthvað svona, hver þú? Við erum búin að hacka þig, fara inn á þessa síðu á dulnetinu. Frekar áhugavert að skoða það, sko. Já, ég þarf að fara að googla þetta, ég var ekki búin að því. Nei. En, þetta var áhugaverður tíma, það er ekki búið að tala mikið þetta, það er ekki að tala mikið gagnagýrslutökur. Við munum örugglega að tala eitthvað það í framtíðinni, ég er búin að plata Jackie til þess að koma í þátt. Já. En það er rosalega mikið talað það í tölvuneturöryggi að fólkið sé stærsti veikleikinn í rauninni og þetta er hluti sem ég er búin að sjá allstaðar, bara alltaf þegar ég er að lesa en það er einmitt bara af því að þau eru miklu meira treystandi það er fólk sem kannski veit ekkert endilega og af því að vantar fræðsluna
Í rauninni það búið að setja alveg meiri orku í að reyna að laga hugbúnað og passa það sé öruggara, sem náttúrulega verður aldrei 100%. En það vantar fræðslu og þekkingu fólks til þess að laga þann punkt af því að fólkið það sem að nota hugbúnaðinn í rauninni. Já. Ég held að sé bara svona, það líka ákveðið vandamál að geta fundið rétt á sérfræðingana og réttu stefnunar til að reyna að laga það vandamál og það ástæða fyrir að kannski laga hugbúnaði svona mikið að gallanir koma upp hjá þeim sem eru með sérfræðikunnáttu í hugbúnaði og því geta þið bara laga þann hlut, sko. Nei, nákvæmlega. En síðan það líka svona spurningar kannski hvort að arkitekturinn sé vitlaus ef að mannleg mistök geta verið svona stór hóla á hugbúnaðinn, sko. Já. Eða burð. Já. Ég sammála, sko. En það mitt til dæmis í netaglæpum þá eru alls konar tól sem notuð til þess að spila sérstaklega á fólkið. Já. Af því að spila hugbúnað eitt en það í rauninni stór partur af þessu það sem vorum að tala um áðan, social engineering og þá bara, þetta í rauninni heilt svið það sem bara vera að spila á fólk í rauninni og sálfræðina bak við það en þau í rauninni nota spila fólki til þess að reyna að fá upplýsingar til þess að ná þannig að brjótast inn í kerfi oft eða fá pening eins og með vefvegar eitthvað svoleiðis og bara alls konar leiðir til þess að spila fólki til þess að hlaða niður spilliforritum og fleira til þess að þar lendi ná að komast inn eða til þess að ná að fá lykilorð og notendanafn frá fólkinu og alls konar. Já, ég vil til að ná fótsetu. Já. Ég held að ég man tölfræðina rétt að 95% öryggistilvika komið frá að ykkur ítti á hlekk í einhvers konar pósti. Ég held að það sé SMS líka tekinar inn en það yfirleitt, já. Það sko, það var phishing, það með e-mailum, svo smishing, það SMS, svo kom eitthvað annað sem var þegar þú fær símtal, man ekki hvað það heitir akkurat núna. Jú, það svona upprunalega. Ég veit ekki hvað það kallast. Nei, man ekki hvað það kallast, en það bara svona allt þetta það stærsta sem í gangi í rauninni núna til þess að ná í rauninni að komast inn í kerfi. Já. Og allavega því sem við erum búin að sjá. Já. En já, við erum svona búin að fara allavega yfir það helsta fyrir þennan þátt. Já, ef að draga þetta okkur saman og svona endilega tala hvert við stefnum sem hlaðvarp svona aftur. Já. Komum búst við. Það hljómar vel. Við þátturinn í dag og náttúrulega bara inngangsþáttur bara til þess að segja ykkur bara svona aðeins heildaryfirlitið af þessu og bara koma okkur inn í þetta. En það sem við stefnum á í rauninni að fara dýpra út í allt þetta sem tengist tölvu og netöryggi, fá gesti og fleira og reyna að upplýsa fólki bara hreinlega þessar hættur og hvernig á að vara sig. Já. Og það eins og við tölum í byrjun. Við erum búin að taka upp nokkra þætti. Já. Við þurftum að taka upp annan inngangsstaf. En já, og þetta verður það sem við munum gefa þátt aðra hverju viku, alltaf á 50 dögum. Og þetta bara það, upplýsa samfélaginu tölvu og netöryggi og reyna líka bara að opna þessa umræðu. Já. Af því það vantar svo mikið að opna þessa umræðu í samfélaginu. Já. Já, en það allavega svona það helsta sem ég ætla að tala Ertu með eitthvað meira til að... Já, bara næstu þáttur, þá ætlum við að tala lykilorð. Já. Þá við þættinum líka. Já, einmitt. Það spennandi. Þannig að ef þú ert eitthvað svona pæla í hvort þú sért að búa til rétti lykilorð og hvort þú sért að nota lykilorðin rétt á netinu, bara sem almennu notandi, þá munum við einmitt fara í það efni næst. Já. Þannig að endilega fylgjast með. Já, við sjáum ykkur bara þá í næsta þætti. Já, bara takk fyrir.